Já, nú viljum við sýna hérna hvernig er hægt að draga út lamb ef að hornin eru mjög stór. Nú vill það svo til að þetta lamb er það stórt að það myndi aldrei komast í gegnum okkur þessa grind eins og við sjáum. En það sem er oft gert og fólk nær að notfæra sér til þess að koma hornagarðinum í gegn er að með því að snúa upp á höfuðið þá nær það að búa til aðeins meira pláss, nær að nýta sér það að grindin sé þá breiðari svona horn í horn, ef við getum orðað það sem svo, frekar en hérna uppi. Og þannig sé þá hægt að mjaka hornunum út. Já, til að útskýra aðeins eða sýna betur hvað ég átti við með plássinu í gegnum grindina fyrir hornagarðinn, að það sem er þá hugmyndafræðin á bak við að taka hausinn snúinn í gegn er að þetta hérna bil sé breiðara heldur en hérna uppi, og oftast þá ástæðan fyrir því getur líka verið að ef að hausinn á að koma svo til réttur í gegn þá séu hornin meira hérna uppi, en svo ef að höfðinu er snúið þá geta þau verið hérna. Ég held nú að verið stærri. Já, en með stór horn. Svakar, svona. Já.
Það var þannig að ég var að basla við að reyna að hjálpa kind. Lambið var með svo stór hörn að ég fann að það myndi ekki komast út. En maður er samt alltaf að vona að slakni eitthvað. Þannig að ég fór inn í eldhús og fékk mér kaffi og kannski eiginlega bara að reyna að hugsa mig og safna kjarki. Og þá var mér allt í einu litið á teskeiðurnar í krús á eldhúsborðinu. Ég tók eina, fór út í geymslu og skaraði henni skaftið og boraði gat og stækkaði það alltaf smátt og smátt með stærri bor. Og boraði svo annað gat í röndina og setti girni þar í og brýndi svo brúnina í gatinu. Og með þessu gat ég minnkað hornin svona hálfan til heilan sentimetra og það dugði til þess að ég náði lambinu ósköttuð út og lifandi.